góðan daginn Birta mín. Já, þú byrjar alltaf þáttinn eins. Góðan daginn Birta mín, góðan daginn Sunneva mín. Þetta er svona, við erum báðar mjög þreyttar og það er góð dagur, gleðilegan frídag verslunumanna, heitir það ekki? Jú, frídag verslunumanna. All you shoppers eru fríi. Þú veist, maður kemst ekki í sjoppuna að kaupa sér eitthvað. Allt loka, læst, það ekki? Jú. Goddammit. Sko, ég var alveg til að fara í shoppingstrip, sko. Já, ertu eitthvað ekki til í það? Nei. Nei. Það þurfti að vera mjög mikið að mér til þess að ég myndi ekki nenni, sko. Ég var að googla hérna weird question of the day. Okay. Og fekk hérna. Weird question of the day, yay. Er seriós súpa? Nei, það er morgun. Þetta var the weird question of the day. Súpa er mér eitthvað sem malla saman, skilur við, seriós er bara eitthvað sem situr ofan á mjólk. Eða mjólk ofan á. Hvort gerur þau? Ég set mjólk ofan á. Ég set seriós og mjólk. Já, það er alveg siðlaust. Það er siðlaust. Hver myndi gera það? Þú ert líka bara sull öllu. Ég bara, ef þú gerir það, þá gerur það óvart. Þá ertu bara eitthvað svona auðvitað við þig. Það er bara allt og þreyttur. Já, hefur ekki einhvern tímann sett bara mjólkinu upp í skáp í staðan fyrir í skáp. Jú. Já, þetta er svona þannig moment. Shit, sko. Já, þetta var, ok, hérna önnur, hvað er besta Wi-Fi nafn sem þú séð? Þitt? Er það ekki? Já. Yes. Ég get ekki sagt þeim að því þá getur það að fara að hakka Wi-Fi-ið. Já, en ég er með rosa gott Wi-Fi. Já. Takk fyrir. Passvortið er samt ekki eins gott. Ég man ekki passvortið. Ok. Ég er bara auto-logged inn því ég mæti þess. Já, það er ekki jafn gott og Wi-Fi nafni, sko. Og skalum þú ekki gefa þeim það þú veist mér lélegt passvort á Wi-Fi-inu. Nei, ég er bara að tala um, það passar ekki við Wi-Fi nafnið. Þú veist, það er já, smá þema. Já, en þú veist, þá er passvortið ætti að vera, þú veist, gett eitthvað tengt Wi-Fi nafninu, en það er ekki sem er gett glatað. Það er glatað. En samt kannski sniðugt, því annars geti eitthvað fattað. Já, true. Ok. Já. Byrja aðeins. Ok, ég ætla að finna random question fyrir þig líka. Ok, takk. Ég er mjög spennt. Hvort myndir frekar hendi burtu ást eða peningum? Peningum? Nei. Þetta var leiðileg spurning. Já, það var fyrsta sem kom hérna, ég var einhverjum fljót. Svo er þetta, hvenær í síðskipti fannstu fyrir nostalgíu? Fyrsta skipti? Nei, þú veist, Seinast. Hvenær seinast? Fattar mig? Já. When is the last time you experienced nostalgia? Nostalgia. Bara kannski þegar ég var að drekka svona Fanta Lemon bara. Ég ángriðs held það samt. Já, ég held að það sé líka fyrir ástæðan okkur við elskum þetta svo mikið því maður fær bara svona flashback, bara hvað keypti ég þetta mikið þegar ég var yngri. Já, og bara hvað keypti ég þetta mikið þegar ég var í útlöndum. Alltaf útlöndum. Það besta sem ég veit, þegar það var ekki til á Íslandi, var að fara til útlanda og finna Fanta Lemon. Það var besta, sko. Best. Það var bara partur af útlandaferðinni. Eins og núna er kannski pínur svona eitthvað að fara á McDonald's. Já. Það er svona orðið eitthvað svona Íslendinga þing eitthvað. Mér fannst Fanta Lemon vera þannig fyrir mér. Já, og svona eins og H&M var áður en það kom til Ísland. Það er svona, já, þetta var svona H&M. Ef fyrir til útlanda og sér fólk með H&M-póka, það er 99% líka þessi Íslendinga, sko. Ekki lengur. Er það ekki samt? Ég veit það ekki. Mér finnst það samt alveg. Það var bara verið alltaf langt síðan ég fór til útlanda, sko, við ekki það. Já, alltaf langt síðan fórst. Já. En skál fyrir Fanta Lemon. Skál fyrir Fanta Lemon. We're back to the OG. Og bara velkomin í ágúst. Uppáhaldsmánuðurinn minn. Ammælsmánuðurinn minn. Ammælsmánuðurinn þinn. Það er bara ammælsvika í rauninni. Já, ammælsvika minn byrjar nú. Byrjar nú. Þetta er fyrsti dagur ammælsvikunar hjá Sunnevu Einarsdóttur. Hún er að vera 25 ára núna næstkomandi laugardag. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Nei. Veit hún hvað hún ætlar að gera? Nei. Ekki hugmynd. Nei. Það var líka henni fyrra og ég átt samt geggjaðan dag. Það var nú bara tekið fram fyrir hendurnar fyrra, Já, sko. það er mjög skrítið. Já. Það er svona, það er erfitt að gera við mig, sko. Já. En það tókst hjá ykkur. Ég er bara í sjokki að við höfum tekist að ángríns. surprise það, sko. Ángríns. Þurfum að fara yfir það í næsta þætti. Klárlega. Hvernig þið gerðu það? Jamlis. Jamlis-þættinu mínum. Spennandi. Talandum. Þetta er ekkert eðlilega góð drykkur. Þetta er bara eitthvað best sem ég veit. Hvað heldur við drukkum marga svona í gæri við Love Ég veit það ekki. Ó, minn aumastir, sko. Vorum saman í gæri að horfa á Love Island. Og ég get ekki hort á Love Island án Fanta Lemon. Nei, ekki heldur. Það er bara skrítið.
Og líka bara þegar við vorum að klippa vídeo og allt það, bara Fanta Lemon með því, Fanta Lemon með vatnum, Fanta Lemon með Love Island. Ég regnir sko, Gunni var á vakt daginn og ég og Embla vorum bara 2 heima og ég var búin með Fanta Lemon mitt heima og ég var svona, nenni ég, þú veist, setja Emblu í bílstólinn eða í vagnin eða eitthvað að fara út og ég bý mjög nálægt bónus en það var búið að loka. Já. Þannig ég þurfti að fara í, þú veist, næstu bú og þá þarf maður að keyra. En þú veist, maður getur labbað en bara svona, já, eða líka klukkan var seint og eitthvað. Já, bara veður. Ef ég myndi fara að setja hann í vagnin þá myndi hann svo lengi og svona bla bla. Já. Þannig að, ég svona, ok, nenni ég að klæða bara í föt, bara húu, ulladót, allt þetta, labba um bílstólinn niður, fara að setja hann í bílgjallarinn, festanur, keyrisbúð, taka hann með inn í búðina, bara fyrir Fanta Lemon. Hvað er ég gert? Þú gerði það? Já. Þetta var bara svona eins og eitthvað svona, ég var bara heima og ég bara, mér vantar þetta bragð. Já. Það geði skrítið. Þetta er líka slekkur svo mikið á einhverju svona cravings. Já. Þetta er bara svo nammi. Já, og það er engin sykur í því. Nei, það er bara... No sugar! No sugar people! Við erum að taka saman svona, hversu oft erum við að segja no sugar í sumar, sko. Hjálp. En, já, líka bara þegar við báðum Gunnum að kaupa meira Fanta Lemon til þess að taka borð með matnum. Já. Og hann sagði hann glemdi og við bara snúðum við núna. Já. Við sendum bara snúðu við. Já. Þetta er ekki boðlegt. Þú veist, hann hefði frekar getað gleymt pastanu eins og vonum fyrir elda. Já, átó. Já. Ég get alveg bara sósu og ef við Fanta Lemon. Já, ég líka. Á gríns. En við vorum líka að ræða að, fyrst, kannski ættu ekki að segja þetta þættinum. Hvað? Þú veist, að því við ætlum alveg að stokka upp af þessu fyrir sumarið. En ef allir stokka upp af þessu, þá er þetta kannski búið fyrir okkur. Ok, sleppum við að gefa öllum þessa hugmynd. Já, hættum að ræða það. Já. Ekki stokka upp people, það er vond hugmynd. Já, og því við ætlum að gera það. Já. En erum við ekki að sé búið. Já. Við ætlum að kaupa nóga því þetta hættir í sölu. Já, það er hrikalegt, sko. Hræðilegt. En það er sem að gera hann að drikk líka svona special. Já, reyndar. Mann svona hlakkar til þegar sumari kemur. Já. Og þetta er svona alltaf happy drikkur af því að það er sumar. Það er alltaf tengt sumri, já. En svo fer maður bara í venjulegt Fanta á meðan það er ekki til. Og venjulegt Fanta er æði líka. Geggjað. Ég elska venjulegt Fanta. Og það er no sugar í dós líka. Já. No sugar! No sugar! Herðu, ef að henda okkur líka í Lauga Spa. Organic skincare. Our favorite skincare. Besties, já, hvað elskum við Lauga Spa? Ef þú hugsa Lauga Spa akkurat núna, hvað er uppáhaldsvaraðinn? Glow. Ég var að segja líka. Eða? Já. Það er uppáhalds núna? Já. Það fær alltaf svona æði fyrir einni. Já. Við tökum oft tímabili svona sama líka. Við erum alltaf hrikalegar. En fyrir utan þá náttúrulega bara ylvatn mitt sem ég nota að dæla. Þá myndi ég segja að Glow væri uppáhalds akkurat núna. Glow serumið, af því að bara, já, veist, maður er alveg pínu að vakna eitthvað, ég er ekki að ná eitthvað geggjum svefn eins og er. Nei. Þannig að sem þú vaknaði eins og draugur, en ef ég sé með Glow þá vaknaði eins og sæti draugur. Já. Með stæði. Sæti draugur er besti. Já. Við viljum ekki ljóta drauga. Enga vondi drauga. En ég ætla bara að segja ykkur aðeins frá líka vítamín C-drófunum. Já, reyndar hags. Og þeir eru úr hreinu náttúrulegu vítamín C. Er collagen booster og dregur úr öldrun húðar. Það er andóksunarefni og vinnir á dökkum blettum, svona eftir sól og svona dökka svona húðlita breytingar, já. Og svona jafnar húðlitin og dregur úr fínum línum. Mwah. Say no more, sko. We love you, see. Bara setja körfu inn á organicskincare.is, sko. Right about now. Right about now. Herru, við ætlum að fara að ræða vinu okkar. Jennifer Lopez og Ben Affleck. Bennifer. Take it away. Jenny Ben. Nei, það er Bennifer. Það er bara eitt. Ha? Það er bara eitt nafn. Já. Bennifer. Ekki Benny Jen. Nei. Jen Ben. Ben 10. Ben Low. Nei, við erum hægt við erum umlegir að finna svona relationship. Það er bara Bennifer. Allir þekkja það sem Bennifer. Já, algjörlega. Þú er svona átt og gerir alltaf bara nöfn á alla. Ég? Já. Eða þú veist, þú sér þetta á netinu og ert bara svona festir það. Já, klálega. Eins og Kim Ye. Mér finnst það bara góð hugmynd og ég bara I'll take it. Og hvað var hitt annað? Hvað tókum við líka svona? Eitthvað shipping. Við erum bara að taka 2 svona relationship þætti eitthvað par. Kim Ye. Já. Eitthvað eitt í það. Tókum Scott og Courtney. Já. Gerður eitthvað nafn?
Nei, þú gerir ekki bara, nei, ok, þú gerir ekki nefnt þar. Okay. Nei. Kim Ye kannski það sem ég er að tala um. Kim Ye líka bara Ég hef aldrei heyrt það, fyrir en þú sagði það. Í alvörunni? Já. Minn aumasti. En hefur heyrt Bennifer? Bara út af þér, sko. Ok. En samt svona, þegar ég er búin að sjá svona tabloids núna, það eru svona Bennifer's back. Já. Ég vil alveg tekið eftir því. Ok. Já, ég er ekki að segja, ég bjóða til, sko. Nei, ég veit það. En þú svona, þú sér, ég lesi það og er svona, já, Jenna Bennifer. Þetta er Jenna Bennifer. Ben og Jennifer. Og þú lesi þetta bara Bennifer, wow, ok, I'm using it. Já, klárlega. Já, hérna, Bennifer stendur bara í greinni hjá mér, sko. En já, við ætlum að fara hans yfir þeirra tímalínu samband, bara hvernig þau byrjuðu. Já, og þau eru sko hot topic right now. Já, þau eru hottest topic right now, sérstaklega því að J.Lo átti 52 afmæli bara núna daginn, fyrir hvað, viku eða eitthvað, rúmlega. Já. Look at her, sko. Bara hætti að vera 52, sko. Hún lítur bara út fyrir yngur en ég, sko. Ég veist alveg, þetta er ekki hægt, sko. Hvernig ég bara að posta 25 ára afmælismyndi og hún lítur svona út 52, sko. Já, þetta er svindl. Þetta er algjör svindl, sko. J.Lo er að svindla, krakkar. En eins og við vitum er J.Lo náttúrulega bara söngkona, leikona, meistari. Já. Besta vinkona mín. Já, besta vinkona þín. Já. Ég hef hitt hana. Já. Bara að minna á það alltaf í öll tækifæri sem ég get. Af sjálfsög, ég myndi gera nákvæmlega sama. Besta mín. Þú hittir hana líka þegar hún átti afmæli. Nei. Nei, var ekki verið að halda upp afmæli hennar. Make-up-artistinn hennar átti afmæli. Make-up, Same. Næstu sama. Það er hennar besti samt. Hvað heitir hann? Scott. Dótturður. Burns. Scott Burns. Ég veit ekki. Veit þið, ég var að googla, ég trú ekki að ég er búin að gleyma því. Hann er fucking a legend in the game. Scott Burns? Já, ok. Vá. Ég var svo óviss, en það kom svo, Það kom til inn. Það var Scott spurningumörki, Burns spurningumörki. Vá, I'm impressed with my brain stundum, sko. Já. Stundum bara. Þú hittir hann alltaf, sko. Já, við hefum tekið fyrir ykkur þar í ykkur þætti, þannig að ég hlusti á alla 80 og 3-4 þættina og reyni að finna söguna. Stuttumáli, þá getur þið sagt. Já, ok, mér er boðið með Inglot á Íslandi að fara út til Las Vegas að hitta J.Lo og fagna nýju línuna með Inglot. Og já, ég basically var bara í svona influencer brandferð með fullt af öðrum stelpum frá bara öllum löndum einhvern veginn sem Inglot var með svona búlur í. Og við vorum bara að chilla og þú veist, fengum fullt af goodies frá J.Lo og fengum svo að fara í svona masterclass hjá Scott Burns. Elska. Og já, svo fórum tónleikan hennar og fengum að fara svo backstage að jamma með henni. Það er sturlað. Þetta var bara sturlað eftir fljóð lífsmins, sko. Ég myndur, sko. Þetta er crazy. Svo skrítið. Þetta var líka 2 dagar. Pældi ég var inn á Íslandi, fór út á föstudegi, kom heim á sunnudegi eða eitthvað, þú veist, eða mánudegi eða eitthvað. Þetta er svo langt, allir þetta er fucking Vegas, sko. 8 tíma flug. Já, þetta er þegar J.Lo var með svona Vegas residency. Já, crazy. sem hún er oft með. Fóru líka að skoða showroom með hennar, geðuð, alla búningarna alla. Wow. Amazing. Þessu kona er okkur góðsög, sko. Hún er það. Án gríns. Bara klálega. Svo er það Ben Affleck, hann er hérna, við hefum ekki hitt hann ennþá. Nei, ekki svo við þið. Ég myndi rúglega vatna eitthvað. Bara í dag myndi ég vera svona, ok, þetta er Ben Affleck, bara því að hann hefur fengið heiðurinn að leika Bruce Wayne, a.k.a. Batman. Já, kannski verður þetta að taka fram rétt á hann við byrjum að íta rekka á þessu podcasti að þá var ég alveg byrjuð, Ben Affleck er Justice League, svona, hvað leik hann? Og svona bara, spurðið mig on camera. Svo googlaði ég til þess að vera ekki vandræðileg. Nei, Birta veist ekki hvað Ben Affleck lék í Justice League. I don't blame you though, af því að þetta eru hrikalega leðilega myndir sem hann lék í, sko. Ok, thank you. En samt skilur þú áttir alveg að vita þetta, sko. Ég held ég hef líka alveg drullið yfir þetta þegar þetta var að gerast. Já, pottet. Af því ég var ekki sátt. Þú vilt bara hafa hinn. Christian Bale, já. En Ben Affleck er samt bara frægur leikari, búin að leika í mörgu og leikstýra líka. Já, sko, þú veist, eins og ég var að tala við áðan bara svona að því þau voru hot couple in the early 2000s. Ég var svona, af hverju var hann hot þá? Þú veist, fyrir hvað? Og við vorum ekki að reyna að skoða einhverja myndir. Hann leik svona í nokkrum
rom-coms en þau kynnast samt á setti. Já, þau kynnast nefnilega á setti á bíómyndinni. Ástfangin á setti. Þannig að setja autotune. Please. En já, á bíómyndinni Gigli eða eitthvað. Já, en þú veist þessi mynd floppaði. Hún fór aldrei í loftið það. Jú. Eða það? En hún alltaf floppaði. Er hægt að sjá þessu mynd einhvers staðar. Hún heitir Gigli, bara G-I-G-L-I. What? Gigli. Þetta er svona romance comedy. Jiggly rom-com released in 2003. Ok, það er bara stendur á, þú veist, myndin hafi floppað, þú veist. Já. En þú getur vel verið að hún floppa en hún kom samt út. Já. En þau kynntist þar. Já. Þannig að allt fyrir ekkert. Þrátt fyrir floppið þá allt fyrir ekkert. Allt fyrir eitthvað. Já. Þrátt fyrir floppið þá voru neistar þarna á milli Ben Affleck og Jennifer Lopez sem er mjög áhugavert af því að mér finnst hann, þú veist, ég diska dag en mér finnst hann vera svo ógeðslega svona dry. Líka hann er alveg svona pínu problematic, sko, þú veist, búin að vera svolítið svona... Já, átt vandamál og stríða. Já, þú veist, þannig að maður einhvern veginn bara lítið búin að tengja við hann einhvern veginn, þú veist, eitthvað svona, bara eitthvað. Það er líka bara þegar maður sér hann í myndum eins og hann að Gone Girl. Já, wow. Hann er bara eitthvað, þú veist, hann segir valin eitt og er bara svona get boring guy og ég sé fyrir mig sem þannig manneski. Já. Hann er það örgulega ekki. Nei, en hann lítur út fyrir að vera svona fílubúki. Hann svona í öllu myndum er hann bara svona smá fílubúki fyrir kannski inn á milli að hlæja og þá má svona, oh my god. He laughs. Það er aldrei, ég aldrei sé hann sem eitthvað hressagæjan í einhverju mynd, skilur. Nei. Hann er alltaf bara svona get svona sad, svona gigglar aðeins. Já. Það er svona heit myndin örgulega Giggly. Hann gigglar örgulega aðeins. En þetta er líka bara, við vildum að taka hana þátt af því að það eru örgulega margir, þú veist, kannski aðeins yngri en við eitthvað sem eru bara svona okkur allir að séppa þetta benefit dæmi svona mikið. Þannig að þetta er alveg bara comeback. Já, þetta er alveg svona history. Þetta er alveg svona, wow. Þetta er bara svona eins og Kim fær deyta Chris Humphries aftur og verður allir bara, what? Ok, ekki eins, ég myndi aldrei líka þessi tvennu saman. En þú fattar, þetta er svona alveg svona... Meira svona Britney Spears og Justin Timberlake. Já, ok, jú, meira þannig, já. Svona 90s stars. Vá, miklu meira þannig. Klipp mig heitt út, maður, sælir. En já, þetta er svona einmitt, þetta er bara svona eitthvað sem var geðveitt heitt þing þá og allir voru bara svona geð svona, þú veist, leiðir að sjá hætta saman. Já, og hún talar að, þú veist, sambandi þeirra varð smá svona undir, það svona eyðilagast út af þegar komin í fæðingu of the tabloids, sem er svona fjölmiðla slúðurmiðla, skilur við. Bara alveg eins og hjá Justin Timberlake og Britney. Já, og það voru bara svona, það var svona allt sem þau gerðu var bara on the cover of every magazine. Já. Og ég get ímyndað mig hversu mikið árið þú veist, maður er auðvitað bara, come on, máttu við ekki fara þangað og svo komið mynda ég bara, þú veist, þetta getur haft mikil áhrif á samband. Klárlega. Mikil pressa. Þau kynntust árið 2002, eða svona snemma árs 2002, þegar þau eru að leika í þessari bíómynd og þau leika víst eitthvað, svona par að mér skilst í þessari Gigli bíómynd. En þá var Jennifer Lopez samt gift. Já. Þegar hún var að leika í þessari mynd. Hún var gift Chris Judd. Þannig að þú veist, það gerðist ekkert þarna eins og skilurðu. En ok, þau samt kynntust og var svona spennandi. Svo tekið viðtal í apríl 2002, tekið viðtal við Ben Affleck. Og hann er að talar J-Lo í viðtalinu sem svona ekki alveg svona vinalegt. Þetta svona ok, og hann segir eitthvað svona it has been nothing but an honor and pleasure to work with you. I only wish I were lucky enough to be in all of your movies. Signed with love, respect and gratitude, Ben Affleck. What? Okay, he's in love. Já, hann bara, akkur má ekki verið í öllum bíómyndum þú leikar í. Þú veist, hún svo ekki mikið að leika þarna. Nei, en hann vildi bara verið í öllu sem hún myndi koma til með að gera grannlega. He's in love, don't blame him. Einmitt. Síðan bara, í júli 24. nákvæmlega 2002 þá sást fyrst þeirra kyssast. Þannig að þá sást pældi ég kyssast. Pældi ég bara eitthvað hitið gæja og fyrstu kosningar og það er bara til á miðlum bara 24. júli 2002. Já, þetta er svo ég er að googla bara hvenær kysstust Birta og Gunni fyrst. Það kemur bara eitthvað dagsetning. Já. Það er fárlegt og jafnvel mynd. Já. Pældu. Það er crazy. Ángríns, það er sick. En svo
27. júlí, bara þarna, 3 dögum seinna, þá hún að sækja skilnað við, sem sagt, Judd, sem þá eiginmaður hennar númer 2 á þessum tíma. Og, þú veist, þau segja að þetta hafa alveg verið löngu búið, þú veist, hún var ekki búin að sækja skilnað þegar hún kisti þarna hann fyrst, Ben Affleck. Og þau segja, þú veist, að þetta hafi ekkert verið í gangi á meðan hún var gift en á sama tíma og bara svona ekki, eða skilur þú veist. Ég ekki að segja tilfinningulegt framhjáldarlega til líka, sko. Já, einmitt. True. Já, hann svona pínu kannski svona en hún alltaf að sækja skilnað, skilur. Já. Það ekki svona að halda þessu áfram bara. Nei, hún alveg að sækja skilnað. En það spurning, þú veist, að því að hún sækja skilnað eftir fyrsta kossin, þá svona verið að spyrja, eru þau búin að vera að kissast mikið oftar áður? Því að hver líka svona fyrstu kossin sé í ammali hjá henni publicly, skilur. Pott búin að kissast eitthvað undir 4 augu. Kannski, maður veit ekki. Nei, veit ekki. En kannski var hún bara þarna bara, ok, fuck, ég á að gera sambandi lengur, skilur. Já, true. Ef ég að kissa ykkur annan. Lengur. Já, einmitt. Allavega, þannig að já, hún sækir allan skilnað þarna og þau segja bæði að ekkert hafi byrjað fyrir en það var obvious að hitt sambandi hafi verið búið í rauninni. 5. ágúst árið 2002 að þá sást þeirra saman í bíl í svona Bentley, svona blæjubíl bara, og eitthvað svona þeirra kissast og það var borgað $75,000 þess People Magazine borgaði $75,000 til þess að kaupa 9 myndir af þeim saman til þess að geta postað. Eða sett í blaðið sitt. Það rosalega peningur. Hvað það mikill peningur? $75,000? Já. Það Mér langar að segja 8 milljónir eða eitthvað. Ég heldur að segja ekki meira eða eitthvað. Allavega kannski þarna á þessum tíma líka miklu meira. Já, nokkulega. Ég hef sko ekki hugmynd, ég er ógeðslega léleg þegar það kemur á tölum sko. Með pening, svona stóra tölur eftir 1 milljón, það veit ég ekkert. Nei, þetta eiginlega bara svona dollar rétt hjá þér. Það? 75, já, það 9,4. Já. Og örugglega þessum tíma miklu meira, skilur. Já, nákvæmlega. Það samt fáránlega mikill peningur. Fyrir einhverjar myndir. 9 myndir, miljóna mynd. Shit, það nóg til á þessum slúðublöðum. Já, nóg til. Sem skríti. Já, hvernig? Bara gegnum auglýsingar eða? Já, hlýtur að vera. Ég skil ekki alveg. Hver að borga þeim? Þeir eru að borga öðrum, skilur við. Já. Svo fá það náttúrulega kliks, endalastu kliks og pay-per-click og auglýsingar inn á því, örugglega. Já. Það eru sænskar, já, auðvitað. No monies. 15. nóvember 2002 kemur loks út hið stórfræga tónlistamindband við lagið Jenny from the Block. Hvað er það gott lag? Það er geggjalag. Ég elska þetta lag. Þetta er líka svo sassy. Já, I love it. Eitthvað svona, já. En þar, við vorum bara að rifja upp á hann, þar Bennifer. Þau eru bara going strong í þessu myndbandi, bara little did we know, bara kissi, sko, raskilla, sko. Já, ég hef alltaf séð þetta myndband síðan 2002, sko. Nei, ángríns. Og ég hef ekki hugmynd hver Ben Affleck var þá. Fyrir mér var þetta bara leikari, eða bara ykkur. En þetta er svo ógeðslega cute að þetta er hann, einhvern veginn. Að þetta var kærist hann í rassinn. Já. Þau var kissast og snekki og já. Cute, I love it. Þannig ef þið viljið fá smá svona flashback af hvernig þið voru in the 2000s þá getur þið horft á þetta myndband. Ángríns. Hann samt hefur sagt, ég var að lesa það hérna, að hann sagði að Jenny from the Block video nearly ended my career. Oh my. Og hann segir eitt af sínum stærstu svona regrets, nú man ég eitthvað regrets, bara svona eftirsjám í lífinu er að hafa tekið þátt í þessu myndbandi. Nei, ég var hvað leiðilegt að heyra. Já, og hann segir take it back. Hungrís, take it back. Hann segir að þetta verið ekkert með J.Lo að gera og svo hann bara svona, þetta er ekkert bara, þú veist, hann tók það bara sterkt fram í þetta tengist henni ekki neitt, bara hún er ekki eitthvað sem ég sé eftir eða neitt þannig. Það er bara það að hafa í rauninni gefið svona grænt, hún fannst eins og þegar hann léki þessu myndbandi með henni, hann hafði gefið grænt leyfi og opna samband sitt fyrir öllum. Já, og já, meinar það þannig? Já, meinar það þannig og þá hafi, þú veist, athygli sem Ben Affleck hefði verið að fá, svolítið breyst úr leikari yfir í bara kærasti eða hvernig Ben Affleck að deyta, og fór svona meira einblín á samböndin hans sem bara eftir að koma skulið, skilur, bara allt sem hann myndi fara að gera eftir á og þannig. Hann segði, þú veist,
did she hurt my career? No, þú veist, bara alls ekki hún. En þú veist, hann sagði bara, þú veist, að þetta hefði svolítið opnað fyrir svona backlash og bara að fólk væri að, já. Það hljóma mér að hans ekki að mikið að pæla í því. Nei, ég skil alveg, það eru svo margir leikara sem svona, það engin að pæli æfattur eitthvað svona hverjum deyta og að þú veist, það bara, en þarna það svolítið svona, kannski aðeins stíin inn í svona meira reality, eitthvað neginn, auðvitað er ekki reality TV en eitt þannig, en bara svona, bara alveg í sviðsljósinu skilur, já. En hún var í alveg 100% sviðsljósinu þarna. Já, og tónlistamenn eru yfirleitt svona eins meira flashy eða svona, þú veist, sína frá sér og þannig, og meðan mér finnst það að þannig þau eru að promóta sjálfa sig. Já, og lögin sín eru þau og þannig, en meðan leikarar, þú veist, eru að stíga önnur hlutverk og vera ykkur annar. Já, fyrir að fá bara ykkur summu fyrir ykkur spólu sem þau leiki. Já, en hann fannst þetta svolítið svona opna fyrir það og hann sér eftir því. En alls ekki eftir henni, skilur. How could he? Já. En ég get alveg svona skilið hvað hann meinar, þú veist, að því hann tekur svo sterkt fram að það tengist J.Lo ekki neitt. Já. En já. Fine. Já. Fine. We'll take it. Ég hefði þurft að vita. Sorry. En síðan það nóvember 2002. Gerst fljótt. Já, fucking fljótt. Bara hello engagement. He put a ring on it. Ángríns, 6,1 pink diamond carat. Þetta náttúrulega ruggla, sko. Halló, sko. Það er svo fyndið, því að J.Lo er búin að trúlega þessu svo oft að það alltaf gæðin alltaf upp að hinn senast að hring. Það er svolítið erfitt, sko. Ángríns. Þessi eirótarna sem hún var með núna, þú veist, hún gaf henni sturlan hring. Klikka. Nei, hún var eitthvað sem engaged aftur, þá, þú veist. Ætla Ben gefur henni bara sama hringin. Ætla hann eigi hann. Veit ekki. Við rettum þetta náttúrulega. Hvort maður eigi að skila. Já. Ég veit ekki. Hann er bara svo fallegur. Já. Pink diamond, hello, sign me up. Já. Kostaði $2,5 milljónir. Það er ekkert eðlilega mikið peningur. Það er eitthvað ógeðslega mikið, sko. Það er eitthvað miljardar. Já. Óminnumasti. Þetta var bara í nóvember, pæla hans í því. Þau kynntu sko bara snemma ást 2002. Styrkla bara í janúar, febrúar eitthvað. Og í nóvember eru þau trúlofið. Ángríns. Hvað ringur þinn Birta? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Við erum sæta hringi núna, en þetta er ekki trúlofna hringi, sko. Nei, við erum mjög sæta hringi núna, en where's the engagement ring? Ég veit ekki. Ég bara, stelpur, hvað getur maður gert? Ángríns. Kannski þarf ég bara pop the question. Maybe. Þú erum taka mánuga á þetta. En veistu hvernig hann baði hennar? Nei. Tell me. Þetta var bara, þú veist, þetta var bara svona heima hjá þeim. Eða svona, sko heima hjá henni í svona, þú veist. Hennar umhverfi? Já, sko heima mömmunar í Boston. Ok. Boston engagement. Já, það er minnst að kjút. Þetta var bara svona teppa á gólfinu með fullt af svona rósablöðum út allt og út allt hús og og fullt af svona kertum og blómavössum og svona kertum í blómavössum, skilur, og blómavendum og þannig, og lagið hennar Glad var að spila þegar hún lappaði inn. Já, ég var að hugsa, myndi maður ekki alltaf vera með bara eitthvað svona ástalag. Já, bara Barry White eða eitthvað. Já, bara svona eitthvað, skilur, en þarna bara, og ég veit ekki hvernig þetta Glad-lag er. Nei, ég hef aldrei heyrt það. Nei. Ekki svo ég veit allavega. Ég ætla að tjekka á því hvort þetta sé eitthvað gett romantískt. Ekki spila hennar eigin lag. Nei, það er smá cringe. Það er smá svona, en hún kannski fílar það sjálf. Maybe. Kannski er hún það að spila sín eigin lög. Kannski er þetta lag sem hún samdi hann. Pældi því. Maybe. Og þá, þú veist, er þetta svona þeirra ást in a music. Hvernig átt hann að semja lag hann á þú veist, 2 mánuðum? You never know, sko. Maður sjá. Ég ætla að spila bara hvað brotur sér. Ég hef heyrt það lag. Það? Já. I'm glad. Spila henni, já. Jú. Þú hefur alveg heyrt það. Hefur ekki heyrt það? Jú. I'm glad when I'm making love to you. Ok, Benny. Benny var bara, he's talking Benny about me. Kinky. Já. Og já, hann að Glad var að spila þá hann labbaði inn og hún sagði bara, þetta var bara overwhelming.
og bara svona, oh my god, og já. She was glad. Já, she was glad making love to him. Úff, og svo 2003, spólum maður þess áfram. Þau voru náttúrulega bara trúlega þarna og voru bara very happy couple. Happy couple, yes. Mars 2003, þá einmitt verið að tala eitthvað svona, voru þau að halda fram hjá þegar hún var hérna gift Chris Judd og eitthvað. Já. Og þá fer hann í viðtal hjá Vanity Fair og segir bara eitthvað svona, þetta fer gegnum öllum mínum trúum og þú veist, og allt sem að ég bara svona lifi af, live by skiljiði, að þú veist, bara, ég vil bara vera hreinskilin, honest og bara svona gera réttu hlutina. Þannig að hann bara segja bara, það ekki séns að við hefum gert þetta. Sem fyndið, að því að síðan heldur hann framhjá, en ok, áfram gakk. This bitch. Já. Ekki segja neitt svona. Nei, þið verða að passa ykkur. Age well. Ef þú getur ekki staðið við þetta, ekki segja þetta. En hérna, ok. En kannski bara breyttist hans morals eða eitthvað, maður veit. Já, ég meina, það er rétt. 17. júlí 2003, þá sést Ben Affleck heimsækja strippbúlu í Vancouver. Ok. Hann var að taka upp bíómynd sem heitir Paycheck, sýnist mér, og hann mætti á strippbúlu og það eru, þú veist, resources sem segja að hann hafi að minnstakosti haldið framhjá henni með einni konu þetta kvöld. Nei. Og að það gæti mögulega verið til á teipi. Nei. You cheater. Sko, þú sagðir í mars að þú bara myndir aldrei gera það. Svo bara í júli, þú bara, hello. Þannig voru þetta sama ár voru það að leika saman í mynd. Já, 2003. Já, Jersey Girl. Já. Sem að reynda var ekki gefin út fyrir en ára eftir á og hún floppaði eiginlega líka. She underperformed. En hún var að leika dána eiginkonu hans í rauninu. Já, sem ég held hún eignist barn og degi við að eignast það. Það er máli. Hún er sko ekki aðalgælan í þessum mynd. Sko. Já. Held að það sé eitthvað svona. Já, hún er alltaf dáin. Já. Hún er að leika. Held hún sé byrjun myndarinnar, eignast barn þeirra og deyru það. Það getur verið. Úff, tengi. Tjók. Ég dónastu. Hvað er það? Nei, ég er grunast. Jeez, it's not funny. Nei, ok. Hérna, já, þannig að þú veist, eftir þetta júli atvik þar sem hann sést þarna færin á strippbúlu og þannig eftir það þá svona var svona fólk fór að sjá J.Lo var ekki alltaf með trúlónu hringir sinn og þetta orðið pínu svolítið svona er allt í góðu þarna að þeir svo sama skapið, þú veist, allar þessar stjörnur þurfa að venja sig á sögur sem eru ekki sannar. Þannig að hvað heldur þú hafi oft heyrt eitthvað sem að bara var alls ekki rétt. Þannig svona í hvað tilviljum þú veist, hvenær trúum við þessu og hvenær ekki. Anyways, en hann tók, hann 100% bara neitaði fyrir þetta, bara nei, þú veist, þetta er ekki rétt og mér, hann víst sem sagt kærði blaðir sem að skrifa þetta. Í alvöru? Ok. Considered suing, veit ég hvort hann hafi bara gengið í gegn með það. 1. ágúst síðan, þetta sama ár 2003, að þá kemur þessi mynd út, Giggly, sem að þau loksins... What? Já, hún kemur ekki út fyrir 2003 og þannig. Og nákvæmlega eins og þú sagðir, bara floppaði. En það sást einmitt á svona opnunarpartíinu fyrir það að það var ekki alveg jafn mikið svona lofi-dofi á milli þeirra eins og hefði verið áður, eins og fólk hefði séð. Maður hefði haldið skilur að myndin kemur út þegar þau eru trúlófið alltaf að þessi mynd væri bara, allir væri bara ok, ég ætla að vera að sjá þessu mynd. Svo líka náttúrulega nýkomnar út fréttin eins og hann hefði verið að halda framhjá einhver sem kannski kemur með meira athygli á myndina. Já, nákvæmlega. September 13. 2003 þá gefa þau út statement saman þar sem þau tala um að þau sé að fresta brúðkaupinu sínu. Og þau kenna bara þessi fjölmiðlum það fyrir að hafa verið ómikið utan í þeirra og gefa þeim bara mikið stress og álag og þetta á að vera svona their happiest moments. Þá er þetta bara eitthvað geðveitt, bara kvíðavaldandi og stressandi og... Já, og þau segju bara eitthvað, þú veist, einmitt,
we began to feel that the spirit of what should have been the happiest day of our lives could have been compromised. We felt what should have been a joyful and sacred day could be spoiled for us, our families and our friends. Þannig að brúðkaupið á sér ekki stað. Nei. Ekki þarna. Síðan erum við komin í janúar 2004 og þá stendur bara á stóru, eða á fjölmiðlum úti, dumped og mynda þeim. Og þá, já. So brutal. Og þá hafi Jennifer Lopez enda sambandið við Ben Affleck. Hún gátt statement í gegnum bara talsmann fyrir sig. Já. I am confirming the reports that Jennifer Lopez has ended her engagement to Ben Affleck. At this difficult time we ask that you respect her privacy. That did not happen. No. En síðan einmitt 2004 kemur Jersey Girl út. Kom alltaf ára út seinna eftir að sé að taka. Og þó svo að þau kom út þar sem eitthvað svona benefit þá bara einmitt aftur, enginn aðtekla á það. Hún var greinlega over it, hann er örugglega líka. Ég veit ekki. Hvað heldur þú? Ekki hugmynd, sko. Svo kemur 5. júní 2004, þá er hún bara búin að gifta sig. Það er bara quick, hún elskar að vera gift. Hún elskar að vera gift, sko, já. Hún fílar the married life. Já. Sem bara fair enough, sko. Já, bara you do you. Do what you gotta do. En þá giftist hún Mark Anthony, sem hún deytaði fyrst árið 1999, eftir að þau, sungu saman á lagi sem heitir No Me Ames. En hann er svona spönskur, eða svona latína söngvar líka. Já, singer, songwriter. Og þau náttúrulega, hún skrifaði bók sem heitir True Love árið 2014, við erum að spóla aðeins áfram tíman. Hún, þú veist, hún hélt alltaf að hún myndi bara enda með Mark Anthony. Auðvitað, maður giftir sig ekki þeim sem maður heldur að maður ætla ekki að enda með, skilji. Og hún segir, all the heartache and pain of my recent breakup could have been for nothing, could it? Maybe I had to go through the bad so I could end up with the person I was meant to be with all along. Þannig hún talar sambandslitið við Ben Affleck voru hræðileg. En hún tók því sem svona, ég lærdóm og var bara ok, þetta gerst þetta ástæðu, ég á að vera með Mark Anthony, greinilega. Á sama tíma, eða þess að sama ár, þá er Ben Affleck búin að finna sér líka nýja kvensa. Já, nýja ást. Jennifer Garner, sem við þekkjum líka. Já. Stórfræg 13 going 30 leikonan. 13 going 30. Já, það var uppáhaldsmyndin mín og lítil. Ángrís, það er besta myndin. Þetta er einn sætasta kona í heiminum. Ég elsku Jennifer Garner. Hún er æðisleg. Þau voru til saman í Pearl Harbor, eða ekki? Það? Ég hef ekki séð hana. En gæti vel verið. Hvað hefur hún leikið? Jú, ég er að sko, hún leikið eitthvað smáðri í Juno. Fyrir það sem að segja Juno. Mjög skemmtileg mynd. Já. Það er nú ekki alveg hennar stæðsta mynd. Nei, hún Mother's Day. Já, hún leikur líka í Valentine's Day eða eitthvað ekki. Var það ekki? Það er fulla. Ég man það ekki. Allan hún er þú veist, já. Ghost of Girlfriend Past með Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Að senda okkur um daginn bara, hvað heitir þessi maður? Já, það er segjum alltaf vittlust. Já. En já, þau kynast þarna, þau sjást fyrst saman í október 2004, Ben Affleck og Jennifer Garner. Þannig þau eru bara bæði búin að move on í rauninni, sko. Það er þetta að segja það. Og þau, kynntust fyrst á Pearl Harbor árið 2000. Já. Og hann segir síðan setna down the line, þá segir Affleck, já, við urðum ástfangin 2002 á settinu á Daredevil, sem er önnur mynd sem að þau leikur saman í á meðan þau voru bæði í sambandi. Þannig að hann basically segir að hann hefði verið ástfangin af Jennifer Garner á meðan hann var í sambandi með J.Lo. Það er fucking sick. Og hann ekki bara segja þetta til að særa. Hann þátt alveg höngi í þessari Pearl Harbor myndu. Já. En sko hann viðurkenni þetta þarna. Samt alltaf eitthvað að tala á móti framíðaldi. Já, viðurkenni þetta þarna að bara svona við urðum ástfangin bæði í öðru sambandi af því að hann örugglega hélt að hann væri með Jennifer Garner að eilífu.
þannig að hann var kannski líka svona að segja þetta til þess að svona reassure her þú veist svona, nei, það er þú sem ég vil erfitt í dag þegar, ef við fyrir mig það eftir en síðan bara, við getum bara sagt frá 2005 til 2018, ef við spólum bara svona heilan decade einhvern veginn að þá giftist Ben Affleck og Jennifer Garner í árið 2005 og eignuðust 3 krakka, Violet, Seraphine og Samuel. Sagði aldrei hérna að J.Lo og Mark eignuðust 2 börn líka? Það er bara næst hérna. Á meðan, á sama tíma, eða þú veist ekki sama tíma, en árið 2008, því að 2005 eignuðust, byrjuðu þau eignast börn. Já. Nei, þau giftu sig, Affleck og Garner 2005. Já, svo bara nokkuð börn í gegnum árin. Já, nokkuð börn í gegnum árin, á meðan J.Lo og Mark Anthony giftu sig þarna 2004 og eignuðust tvíbura, M og Maximilian árið 2008. Já, magnaði að fólk eignast tvíbura. Mér finnst það líka. Ég ætla bara svona, what? Gekk hún með þessa tvíbura? Já, einmitt. Nei, gekk hún með það? Já, það ekki. Ég man það ekki. Hvað er hún gömul þarna? Hún er svona bara 30 eða eitthvað. Það ekki. Já, það er alveg myndri að nólið, sko. Já, reyndar. Þú alltaf þegar einhver stjarna eignast börn. Gekk hún með þau? Nei, alveg, nei. Já, nei, hún var alveg sé líka munur í dag, sko. Já. Þú myndir aldrei geta gískað að þessi kona hefði eignast tvíbura. Ekki það sjáist eitthvað á konum, ég er bara að segja hún er bara slegin. Hún er bara svo mikið slegin, sko. Hún er bara dugleg líka. Já. Hún hugsa vel sig og, veist, hún er bara heppin líka, þetta er bara gen. Þetta er líka bara gen? Já, hún er bara heppin. Það er líka... Og líka mannís. Já, 100%. Og líka þetta latína gen er sko geggjað. Já. Alveg, sko. Við fætumst alveg við sem einu, sko. En hérna, já, þannig að þau eignast tvíburana. Þau eignast tvíburana 2008 og 3 árum seinna, 2011, þá skilja þau. Já. Það er sorglegt. So sad. J.Lo og Anthony. Og meðan Ben Affleck og Garner, þau skilja 2018. Það er bara stuð síðan. Mjög stuð síðan. Ég man alveg eftir því, sko. Aha. Já. Ekki. Man eftir því. Og hann hann ákveður svolítið svona, hans rebound eftir það er risastórt tattoo af dreka. Ok, tengi. Já, ég veit að þú tengir, sko. Ég líka með dreka tattoo. Þú verður að sjá það, sko. Það er alveg, hann er alveg bara... Var það svona... Var þetta bara, ok. Nei, sko, það er... Sorry, það er hrikalegt. Ok, þetta tattoo er bara allt baki hans, basically. Já, og það er lit, bara gulur, rauður, blár. Fuck. Já. Hann var einn pain maðurinn, hann vildi ekki finna fyrir neinu. Shit. Þannig já, á meðan árið 2017 þá átti J.Lo svona smá dating með Drake við nokkar. Já, hann var það. Já, svona aðeins svona dúli. Ok. Já. En en J.Lo sagði við People Magazine 2016 að sem var spurð út í Ben Affleck, þá segir hann eitthvað svona, þetta var öðruvísi tíma, skilur öðruvísi hlutir voru að gerast, ég veit ekki hvað hefði geta gerst, en þetta var alvöru ástæðna. Interesting. Interesting. Þannig að þú veist, já, þetta var alvöru ást. Síðan fyrir J.Lo náttúrulega að deyta þarna Alex Rodriguez, sem við þekkjum, sem hún er bara búin að vera með nýlega. Já, sem við tölum með trúlónun og það. Já, og þau trúluðu sig eftir að vera búin að deyta í 2 ár, trúluðu sig 9. mars 2019 og með hring sem að bara, ég veit ekki, þú getur séð frá geimnum. Pottet. Og hann náttúrulega Ben Affleck á meðan þetta er að gerast, þá er hann náttúrulega búin að skilja þarna við Garner, fá sér tattoo og við fyrir að deyta sko einhverja Anna sem að ég veit ekki alveg hver í rauninni er. Nei, ég reyndar aldrei heyrt hana Ana de Armas. Já. En held hún hafi verið eitthvað svona yngri en hann, en þú veist einhver skvísa bara. En já, þau voru eitthvað svona aðeins að deyta bara á meðan. Hún er leikona? Hún er leikona. Hún er búin að leika í ykkur sem við þekkjum.
Knives Out, Blade Runner. Ok. Nei, ekki með vera. Nei, alltaf. En svo segjum, hún gift þarna J.Lo, hún gift þarna Alex Rodriguez, trúlofanum, og ætlaði að fara að gifta sig. Eins og þið vitið, þarna úti alltaf bara svona þau trúlofa svo bara giftinga mjög fljótlega eftir á. Já, þannig að voru heima. Já, þannig að voru allir bara svona, hvenær að fara að gifta sig? Þau tvisvar sinnum frestuðu brúðkaupinu, en sögðu alltaf að það væri náttúrulega COVID að kenna. Já. Þú veist það, út af heimsfaraldrinum og allt þannig. Og hún sagði í viðtalið, það er engin, við erum ekki að flýta okkur, þetta er allri góðu, þú veist, við bara gerum það þegar tíminn réttur og þau vildu náttúrulega halda bara hjútspartí. Já, algjörlega. Í cirka 18. janúar, þú veist, þá er pandemic, eða þú veist, heimsfaraldurinn er ennþá í gangi, náttúrulega, eins og við vitum, 2021. En Ben hættir með Önnu. Já. Febrúar, núna eru bara á þessu ári, sko. Febrúar þá kemur fréttirnar það að Alex Rodriguez sé mögulega búin að vera að halda fram hjá henni J.Lo okkar með einhverja raunveruleika sérnu sem heitir Madison LaCroix sem í raunveruleika þáttunum Southern Charm. What? Þú veist, að halda fram með Jennifer Lopez er ekki lægi með mannin eða? Nei, það er bara ekki lægi með hann. Nei, það er bara ekki lægi með hann, sko. Ekki neitt. En hann en já, hann sér sagt það komu sögur, þessi sögur voru út allt en náttúrulega maður veit aldrei hvort það verið rétt eða ekki en það er ekki fyrir mánuði seinna sem að þau bara hætta saman. Þannig að hlýtur eitthvað að hafa verið rétt. 100%. En where's there's smoke, there's fire. Við getum sagt það. Oh my god. Hvað? Sorry. Ég fór bara að googla skilur Zodiacin þeirra. Ok. Og Ben og Jen eru bæði með Sun í Leo. Eru þau ekki bæði Leo? Jú, já. Og Moon in Scorpio. Ok, týpur. Veitir hver er líka hanni? Þú, Ástrós. Ég er Sun in Leo og Moon in Scorpio. Já. Ástrós er akkurat öfugt um mig. Já, hún er öfugt með Scorpio og svo, Moon's Leo. Ég er bara þau. Þú ert bara benefit. What? Ég veist ekki, ég og J.Lo er svona mikið samanlegt. Þú vissir samt hún væri ljón? Nei, ég vissi ekki. Hún átti afmæli daginn. Já. Þú átti afmæli eftir nokkra daga. Ok, no offense to Júli, Leos. Það er ekki að sama fyrir mér. Nei, ok. Ég gleym alltaf að... Það er bara ágúst Leos. Já, ég er bara svona Leos season byrjar 1. ágúst, sko. En það er náttúrulega byrjað. Já. Það er alltaf byrjað fyrir. Já, byrjað í júli, já. En vá, ég hef aldrei vita það að hún sé líka bara með sama Moon og Sun sign og ég. Nei, það er æði. Ég ætla að tjekka hvað Merkur er hennar, þannig ég haldur bara fram. Ok. You do you, honey. En já, 12. mars 2021 þá er konfirmað að þau A-Rod og J.Lo séu hætt saman. Já, þarna var þetta búið. Já. Og þú veist, svo er eitthvað ennþá verið að tala þetta aðeins í apríl og þannig að allir bara þú veist, A-Rod og J.Lo eru hætt saman. Og þau segja eitthvað svona, já, við áttuðum okkur á því að við erum betur sett sem vinnir og ætlum að halda áfram sem vinnir. Yeah, right. Shut up. Bara hætt saman, sko. Já. 30. apríl 2021. Það var ekki langt síðan. Neip. Þá sjáum við í fyrst skipti. Hvað er langt síðan samt? Það var apríl, ég man svo eftir því við vorum að tala þetta. Þetta var í apríl. Það er svona alveg, sko, ágúst. Ég man sko að því að Embla... Hvað er búið að líða hratt núna? Já, ég sko man að því að Embla var komin í heiminn. Já. Og ég var bara, fokk, ég er ekki að gera TV-vikunar. Að því ég var bara, shit, hvað þetta er heitt. Fattur ég man eftir þessu. Ég var bara, Já. 30. apríl, þá sáum við fyrst skipti. Í 17 ár Bennifer aftur saman. Það var magnað. Fældi því. Já. Og það fyrst var tekið eftir að Ben Affleck var alltaf að fara til og frá í LA mansionið hennar J.Lo. Og þú veist, þau eru svona, ok, þú veist, kannski eru þau bara vinir, þú veist, hvað er í gangi? Já. Þá eru þau viku saman í Montana. Og þá, þú veist, ég mitt var eitthvað svona aðeins sést þeirra. En þá fólk bara, gæti verið vinir, við veitum það ekki. Ólíklegt að fyrirverandi séu eitthvað svona verða aftur vinir eftir 17 ár, en ok. 19. maí, þá eru svona ennþá svona rumors going on og það er búið að vera að sjá þau svona, þau eru eitthvað saman í Miami, eitthvað saman í LA, en það er ekkert eitthvað svona
og það eru svona alls konar sources eða fólki kringum þau, heimildamenni kringum þau búin að segja, já þau eru að deyta en það er engin 100% sönnun fyrir því. Já. 23. maí þá birtir TMZ mynd af Ben Affleck og hann sérst mæti til Miami. Hann er að reykja sígarettu út af svölum og og Jennifer er þarna eitthvað með honum. Ok. 24. maí þá eru bæði að taka æfingu saman á Miami Beach. Já, hvað var ég til í óvart, sjá það bara. Já, bara hæ. Já, hvað ertu búin að vera skotta mikið? Já, já, hjálpa þér. Flott. Og það, einhverju sögðu eitthvað þau var að kissast inn á milli æfinga en þú veist, það sá það enginn skilur, eða enginn myndavél. Fyrst skipti 31. maí 2021 þá náðast myndaðum kissast. Í 17 ár. Jum. Og Það var röglega the money shot, sko. já, það er svolítið svo leið, sko. Af því að erum við sagt what happens at Nobu, veit ekki hvað það er, ends up in page 6. Does not stay at Nobu. Nei, alls ekki. Og svo eins og vorum að ræða, þá átti hún 52 ára afmæli daginn. Hvað var það Og postaði bara eitthvað bikini, sko, bombum. já, bara photodump af henni. Og svo bara einn bara slellarmynd. Já, svo svæpar bara næst í endan og það bara Bara þau slellar. Og svo líka vídeo sem hún postaði, reelið. Já. Það var hann að taka þau. Já, Hann er maður svona, er það grínast, hætti hvað er cute. Já. Hann að Bennifer is back. Bennifer is back, going strong. Og samkvæmt þessum stjörnu spekingi hérna. Ok. Að þau eru með Sun in Leo og Moon in Scorpio, ekki ég. Ég var ruglast. Ég er með Moon Rising í Scorpio. Þannig að ég er ekki því þau. Þú varst ekki Bennifer? Nei, Æi. humur. And they both have Mercury in Leo. Þannig að þau eru sko með þrennt eins. Já. Það er mikið. En þetta er samt, kallast eitthvað sem er Twin Flames. Og eina sem að gæti verið aðhjóðum er communication, svona samskipti. Út af þessur Mercury in Leo. Ok. En hún segir að þessu 100% sálufélagar. Já. Þessi stjörnuspekingur. Einn sem minna, halló, 17 árum setna, aftur saman. Já. Það er eitthvað aðna, sko. Það er bara svo magnað, hérna eins og þetta, A-listers, both Leos and they're also Scorpio moon. Já. Bara a triple threat. Ándjós. Þú varst með bæði Scorpio og Leo, þú ert bara feisty, sko. Hann á einmitt ammali 15. ágúst. Já. Hann hefði verið spennandi að sjá hvort að... Hann er hérna Ágúst Leo eins og ég. Já, hann er eins og þú. Já. Ég tengi ekki við það, ég frekar halda það raugt, sko. Já, ég líka. Allan daginn. Hvor þeir er nær mér? Þeir eru bæði svona í miðinni. Já. Góð spurning, sko. Hann er nær mér allan daginn. Já. Damn it. Wish was J-Lo. Já. En það verður spennandi að sjá hvort hún eftir að posta eitthvað meira. Þetta er samt alveg huge post. Er hann á Instagram eða? Það er svo margar stjörnir svona movie-stjörnir sem er ekki á Instagram. Nei? Já, hann er á Instagram. Kallinn er á Instagram. Ok. Er hann eitthvað að flassa tattúinu sínu eða eitthvað? Seinasta mynd er af Jennifer Garner. Æj. Með öll börnin þeirra. Æj. 9. maí. Það er samt sætt. Já, Mother's Day. Eða það ekki? Jú. Já. Æ, Christ, hvað hún er sætt. Og hún er ekkert eðlilega sætt. Oh my god. Já, hann er ekkert aktífur en hann er þarna. Þetta er bara eitthvað svona sem heldur upp eða kantunum hans, skilur. Já, 100%. Þetta er eitthvað svona promotion dæmi. Já. Herra, en við séum Bennifer. Við vonum að þið séum Bennifer. Vonum að þetta endist og enginn framhjáhöld og ennþá stærri trúlónarringar. Já. Ándjós. Ándjós. Bara kristalshöll úr demundum eða eitthvað. I don't know. Ég til ég. Ég líka. Áfram Bennifer. Áfram Bennifer. Áfram teboskestir. Sjáumst næst í afmælisþættinu mínum. Happy birthday. Bye. Bye.